Verið velkomin í Grænvarpið, hlaðvarp Landsvirkjunar. Nú ég komin hér á Kröflu til að hitta hana Hildi Vésteinsdóttur sem verkefnisstjóri hjá Nærsamfélagi um náttúru. Vertu velkomin, Hildur. Takk fyrir. Þú hefur með höndum samskipti við Nærsamfélagið hér í sveitinni og hérna fyrir norðan. Af hverju eru samskipti við Nærsamfélag afstöðar mikilvæg? Þetta í rauninni bara ótrúlega mikilvægt af því að við lítum á okkur sem hluti af samfélaginu. Hérna þá til dæmis hérna í Kröflu þar sem við erum núna þar og niður í Bjarnarflagi þar sem að gufustöðin okkar að við erum bara mjög miklu návígi við íbúana. Þannig að það skiptir okkur miklu máli að eiga í þessum góðu samskiptum og til dæmis með því að eiga þessu góðu samskipti þá fáum við oft ábendingar það sem betur að fara. Við komum upplýsingum hratt og vel til íbúana ef kemur eitthvað upp á hjá okkur. Og við gegnum mikilvægu hlutverki í þessu samfélagi því að við náttúrulega erum að framleiða raforku úr endurnýjanlegum orkugjöfum og menn væri ekki glaður ef það væri ekki rafmagn. Þannig að við álítum okkur skipta miklu máli og við teljum að við getum líka lagt ýmislegt fram til samfélagsins til að búa til betra samfélag og með því að eiga í þessum góðu samskiptum. Og hvernig fara samskiptin fram aðalega? Við notum okkur mjög fjölbreyttar leiðir og bara eins fjölbreyttar í rauninni eins og við mögulega getum. Og við eigum þessa fundi með til dæmis sveitafélögunum og félagasamtökum, veiðifélögum og fleiru. Við hefum líka fullt af svona maður og mann samskiptum sem alveg óbúslega skemmtilegur samskiptamáti og við fáum oft mjög góðar upplýsingar og eigum oft mjög góð samtöl svoleiðis. Síðan gefum við út fréttabréf. Landsvirkjun á landsvísu gefur út fréttabréf svona fyrir allt landið en við gefum líka út fréttabréf þar sem við svona segja hvað efst á baugi í rekstrinum okkar og svona hvað að frétta af okkur hérna. Við höfum líka verið að nota svolítið samfélagsmiðla og til að koma bara upplýsingum hratt og vel til íbúa og það alveg fjölbreytt, það alveg í rauninni frá því að það bilar eitthvað og fólk verður var við meiri hávaða frá okkur og til þess að við erum að auglýsa sumarstörfin og allt á því bilið þannig að við svona reynum að nota okkur fjölbreyttar leiðir og við höfum verið að halda líka opna fundi og svona til að hvetja til samtals. Og við hverju erum við helst svona að eiga samskipti? Hver eru svona helstu hagsmunaaðilar ef við notum það orð? Það náttúrulega, hér á þessu svæði sveitafélagið, sveitastjórnarfólk og kjörnir fulltrúar og svo starfsfólk sveitafélaganna. Það skiptir miklu máli að eiga góð samskipti við þau. Svo eru landeigendur, það eru ýmis félagasamtök og svo fer það bara svolítið eftir í hvað við erum að brasa hverju sinni. Og við höldum rosalega vel utan þessa lista yfir hagsmunaaðila og við yfirförum það reglulega. Þannig að við eigum að vera svona með það svolítið á hreinu á hverjum tíma hvaða skiptir máli, hverjir eru svona aðalhagsmunaaðilarnir. Og þú svona potturinn og pannan í þessu svolítið á þessu svæði. Er þetta skemmtilegt starf? Mér finnst þetta ofsalega skemmtilegt starf og mér finnst ég alveg njóta forréttinda að fá að sinna þessu. Þó að lykilatriði í rekstrinum okkar vissulega að framleiða rafmagnið og það mjög mikilvægt. En mér finnst þessi samskipti og mjög við nærsamfélagið mjög skemmtilegt. Og það svona, þessi samskipti svona maður og mann, svona samtalið sem skiptir miklu máli. Maður þekkir það auðvitað þegar það verið að senda svona skilaboð á netinu eða skrifa bréf eða þannig. Þá glatast svona merking eða þannig. Þannig að til að myndist ekki misskilningur þá gott að eiga þessi svona nánu samskipti. Já, mér finnst það mjög gott og þú líka færð oft allt öðruvísi viðbrögð þegar þú ert svona að tala maður og mann heldur en ef þú sendir út einhvern póst. Póstarnir eru vissulega mjög mikilvægir líka og svona mjög mikilvægur hlekkur í þessari upplýsingagjöf. En svo þegar þú ætlar að fá viðbrögð frá viðmælandanum þá þessi maður og mann samskiptin bara frábær leið. Já. Talandi það, hvernig hafa samskiptin gengið? Hjá okkur hafa þau gengið bara ofsalega vel að mínu mati. Við höfum áhrif á samfélagið okkar og það ekkert alltaf allir sem eru sammála okkur eða sammála því sem við erum að gera eða ánægðir með það.
En við teljum bara að með því eiga opið og heiðarlegt samtal og forðast ekki þessi umdeildu mál og við komum bara fram að heiðarleika, að þá ganga bara samskipti yfirleitt vel og sýnum bara virðingu og getum þá átt gott samtal og vonandi komist að niðurstöðu sem að flestir geta sætt sig við. Einmitt. Og hvað sýna svona kannanir og er fólk í nágrenni afstöða Landsvirkjunar ánægt með fyrirtækið? Já, við erum búin að gera 3 tegundir af könnunum. Kannski fyrst að nefna það að við erum búin að gera bara könnun meðal Íslendinga sem bara fyrirtæki sér að gera fyrir okkur og niðurstaðan á því er að langstærstur hluti Íslendinga er ánægður með okkur hvar sem er á landinu. Við höfum líka gert ferðamannakannanir. Hérna á þessu svæði gerðum við síðast á Þeistareykjum en höfum líka svona gert í Kröflu og niðurstaðan er svo, úr þeim könnunum er svo að okkur hefur lánast að byggja mannvirkin okkar þannig að þau virðast ekki hafa neikvæð áhrif fyrir stóran hluta ferðamanna. Sumir meira að hafa nefnt í þessum könnunum að framleiðsla á endurnýjanlegri orku er eitt af aðdráttarafli Íslands. Þannig og með við það niðurstöður að ferðamenn telja að við höfum ekki teljandi neikvæð áhrif og þá hlýtur okkur að hafa lánast vel í uppbyggingunni á aflstöðunum okkar. Og við gerðum síðan fyrir nokkrum árum könnun meðal nærsamfélaganna okkar. Við gerðum þetta hjá öllum aflstöðunum og niðurstaðan var mjög svipuð fyrir allar aflstöðar og það er það að langstærstur hluti fólks er mjög ánægð með að hafa okkur í nágrenninu. Vissulega alltaf hluti sem ekki ánægð með það og það er ekki síður mikilvægur hluti, þau halda okkur á tánum, en við erum einstaklega ánægð með það hvað eru margir ánægðir að hafa okkur, þannig við hljótum að vera á réttri leið og bara hlökkum til að takast á við að halda áfram á sömu braut og bæta það sem við getum. Aðeins svona að þér, Hildur, þú ert hérna á svæðinu eða hvað? Já, ég er fædd og uppalinn hérna í Reykjahlíð. Bjó hérna þá til að ég flutta heiman til að fara og mennta mig og svo flutti ég tilbaka aftur þegar ég var búin að því og öðlast smá reynslu. Hvernig lentirðu hjá Landsvirkjun? Ég var eiginlega bara svo heppin að það var verið að auglýsa starf og ég sótti og svo ég fekk nú ekki alveg starfið sem ég sótti kannski til að byrja með en svo æxluðust bara hlutin þannig að ég fekk bara draumastarfið og hér er ég ótrúlega ánægð. Og hvað ertu búin að vera lengi? Ég er að verða búin að vera í 5 ár. Nú má segja að Landsvirkjun sé eiginlega fjölskyldufyrirtækið þitt. Segðu okkur frá því. Já, pabbi minn hann vann hérna í 36 ár og hann er nú nýhættur bara og kominn í frítímann sögum aldurs. Vésteinn heitir hann, já. Vésteinsson. Vésteinsson, einmitt. Og síðan þegar var verið að byggja Þeistareykjavirkjun, þá var bróðir minn líka að vinna hér. Þannig að og ég á mér langa sögu hér því að þó ég hafi verið að vinna hérna í 5 ár þá var ég líka að vinna hérna í unglingavinnunni þannig að ég þekki öll skúmaskot þar sem að krakkarnir sinna. Já, einmitt. Þannig að þú ert ánægð með þetta? Já. Allt saman? Já. Hver er nú svona helstu áhugamál þín? Hvað ertu hér að dunda þegar þú ert ekki í starfinu? Mér finnst alveg ofsalega gaman að sinna hrossunum mínum og fara á hestbak og reyna að gera sem mest af því. Og svo reyni ég að vera dugleg að hreyfa mig og vera út í náttúrunni. Þetta er voða klassískt svar en þetta er bara eins og það er. Náttúran er nú hér heldur betur að þessum slóðum. Já, mjög stutt að fara. Já, einmitt. Þá bara þakka ég kærlega fyrir spjallið, Hildur, og bara vegniði vel í þessu. Takk fyrir komuna. Takk.